Helstu áskoranir okkar í dag eru einfaldlega skortur á eftirliti. Við höfum fundið mikil aukningu á markaðinum af fólki sem að starfa inn á okkar sviði en hefur ekki í rauninni lögvernduð réttindi til þess. Og það náttúrulega hefur áhrif á samkeppnishæfni snyrtifræðinga, en líka það slæmt fyrir neytendur, því við vitum ekki hvaða fagþekking til staðar. Lögreglan fer með eftirlit með iðngreininni í dag, en eftirlitið ætti mögulega heima betur hjá heilbrigðiseftirlitinu þar sem að eftirlitið kemur inn á snyrtistofur nú þegar til þess að veita starfsleyfi og ætti þá að vera mjög lítið mál að haka í kossan hvort að viðkomandi sé með meistararéttindi eða sveinsbréf. Ég var nemi hérna á Dimmalimm og ég er búin að vera hérna síðan í 10 ár núna í apríl. En það mikill kostnaður sem fylgir því að þjálfa nema. Ef við ætlum að halda í rauninni nemaþjálfun á stofunum þá þurfa stofunir að fá meiri aðstoð. Það eru styrkir en þeir eru alls ekki nóg. Ég er náttúrulega í draumastarfinu mínu og hef ótrúlega gaman að minni vinnu og bjartsýn fyrir framtíð fagsins en það þurfa vissulega að verða breytingar.